Hérna er Unity og svona lítur út fyrir með tómskjal. Til að byrja með hérna erum við með sól eða bara ljós og hérna erum við myndavél. Þannig að þegar maður keyrir leikinn þá sér maður þetta hérna sjónarhorn. Nú ætlum við að byrja á því að búa til einhver hluti, bæta hlutum inn í. Þá fer maður hérna í Create, 3D Object og byrjum að velja hérna Plane. Plane er bara flötur og þið sjáu því að þegar maður er með þetta valið þá eru hérna 3 örvar og þegar maður dregur þær svona fram og tilbaka þá getur maður breytt staðsetningunni og þegar maður gerir það þá sjáum við að það breytast hérna tölur þannig að þetta X, Y og Z því að allir hlutir hafa ákveðna staðsetningu eða hnit í þessum heimi og maður getur breytt þessum hnitum í það tósa hlutin hérna til maður getur líka farið hérna og einfaldlega skrifað einhverja tölur þannig að ég ætla að hafa hennar flötana miðjan á honum er í hnitinu 0,0,0 ok, síðan ætla ég að sækja hérna annan hlut eða búið til annan hlut og búið til kubb hérna eða cube og hann byrjar í einhverju ákveðnu hniti og ég ætla bara að færa hann í 0,0,0 líka en þá sjáum við bara í hálfan kubbinn og hinn helmingurinn er undir þessu fleti. Ástæðan fyrir því er sú að miðjan á kubbinum er í hnitinu 0,0,0. Það er að segja að helmingur kubbinn er fyrir neðan, 0 og hinn fyrir ofan. Þannig að ef ég dregi þetta aðeins upp úr hérna þá kemur hana. Þannig að ég ætla að setja þetta uppsrúnlit hérna í 0,5. Þá er kubbinn hérna uppi. Nú þess að ég get gert við hennan kubbina, ég get snúið honum og ég get gert á tvennu vegu. Ég get farið hérna í Rotation og sett inn einhverja tölur þarna eða ég get farið og smellt á þann hérna hnapp og dregið þetta hérna rauðu og bláu línunar hérna. Þá snýst hann. Það sem ég get líka gert, ég get skala hlutin til. Þannig að ef ég vil breika hlutin eða strekkja á honum einhvern veginn þá get ég gert það þarna. Ég get líka gert hérna og þá tósa það hérna svona fram og tilbaka. Þannig að ef ég til dæmis vil búa til veggi inn í kringum hennar flöt þá get ég valið hennar kubb og ég get skalað hann til, ef ég skala 10 svona flott og síðan ef ég færi hann maður sjá í kannski þannig þá var hann kominn veggur hérna. Nú ef ég er búið til að afrita þessu hlut þá einfaldlega gerum við bara copy og síðan paste og ákveðum annan hlutur þannig setjum ég bara inn hnitið -5 og þá er hann komið þarna. Og já, sem get líka tekið þessa myndavél hérna og ég get fært hana til og ég get snúið henni þannig ég er sátt með hana. En síðan það sem við verðum að gera í öllum forritum er að við verðum að búa til hérna 2 fóldera að minnsta kosti, 2 möppur í þetta assets svæði hérna. Við byrjum að búa til 1 fólder, við fyrir create folder og við ætlum að láta hann heita senur. Við ætlum að búa til annan fólder sem heitir forrit. Því eftir því sem leikinn okkar verður stærri að því meira af alls konar hlutum þurfum við hérna bæði kóða og hljóð og svo framvegis. Og við ætlum að byrja að vista þessa senu. Og förum í File og Save Scene. Eða File Save Scene As, meina ég. Við ætlum að velja þetta sem bara sena 1. Save það bara. Og þá sjáum ég ábyrtist þetta, sen 1. Og við viljum að þetta sé inn í þessum folder senur. Þá bara draugum við það og sleppum hérna. Nú ok, hún er komin hérna. Og þá getum við hent þessu. Þá er þetta að vera hérna inn í fólderinn sena. Fólderinn senur og vera skjalsefnið sena 1. Þið megin alltaf láta það heita eitthvað annað.
síðan í næsta myndbandi að þá ætla ég að sýna ykkur hvernig við búum til forrit fyrir Unity.